Lífstílsbreyting Smartness og sporthússins á náttúrulega bara að vera skemmtileg. Þess vegna skelltum við stelpurnar okkur saman í anti-gravity jógatíma í sporthúsinu. Eyja Bryngeirsdóttir segir að það hafi komið henni skemmtilega óvart að hún hafi komist í stöðurnar. Því bjóst hún nefnilega ekki við. Og mér fannst bara svo æðislegt að fara með þessum hóp að því að maður hefði kannski ekki lagt í það að fara í svona einn í fyrsta skiptið. Þannig að fínt að fara með einhverjum sem maður getur hlegið með og þó maður gerir eitthvað vitlaust, þá er það bara allt í lagi. Þannig að mér fannst þetta bara æðislegt og rosalega skemmtileg upplifun. Ég gat eiginlega allt, ég var ógeðslega stolt af mér. Þetta var frábært, ég þurfti smá ít á rassinn stundum, en ég gat þetta allt saman. Þannig að þetta er bara fyrir alla greinilega, feita og mjóa. Hvernig leið þér á eftir þetta? Mér leið pínu skringilega. Maður er ekki vanur því að vera eitthvað svona á einhverju hvolfi og standa á höndum og eitthvað svona. Þannig að mér leið pínu skringilega og hún varaði okkur einmitt við því að maður gæti verið pínu svona ringlaður eftir þetta. En mér leið daginn eftir, þá var ég rosalega svona í líkamann, leið mér rosalega vel og var alveg svona, fann að ég hafi verið að gera eitthvað öðruvísi. Þannig að mér finnst það bara æðislegt líka. Fyrst var ég rosalega stressuð að þetta myndi náttúrulega bara pompa niður. En svo, fann maður bara, jókst traustið bara á græjunni. Og maður getur haldið þessu svona og maður getur vafið þessu tvisvar sinnum líka við í kringum sig, Þannig að þetta er bara, og þetta leið rosalega hratt og mér finnst þetta æðislegur tími og mjög skemmtileg upplifun.